komið að vængnum og hann hér, vantar að vísu eitt stykki hallastýri sem myndi vera þetta. Vængurinn þríbrotinn, þar að segja það samsetning í miðjunni, þar sem aðhalli, og það samsetning hér, þar sem aðhallin verður meiri. Þannig að það eru tveir hlutar af hvorum enda, af hvorum helmingi segi. Það þarf að raða honum saman og líman, setja svona styrkingar inn á þar sem það kemur saman og púsla þessu fram og tilbaka og þetta lítur út fyrir að vera einfalt að mestu leyti, en það eru einstaka svona hvað við segja einstaka atriði sem að gæti orðið erfið. En þá ætla ég að byrja á því að setja saman þennan part hérna, það að segja beinapartinn úr hægri vængnum. Hérna ég búinn að setja saman annan innri hlutan, þetta hægri vængurinn, eins og sýnt á teikningunni. Það sem maður þarf að passa sig á hérna að það þarf að koma ein svona spöng hérna yfir innan í og ein spöng hérna. Þær eru ekki eins, 11 og 12. 11 hefur minna horn, minni aðhalli hérna í miðjunni heldur en að utan. Þannig að maður þarf að passa sig að láta B12 passa hérna inn í og B11 passa hérna, og nú þarf ég einmitt að taka úr rifi B8 til þess að koma þessari spöng í. Þá þarf maður að skera varlega úr rifinu. Svo ég með þjöl. Það má líka gera þetta með sandpappír á priki. Þessar spangir eru búnar til úr tveimur stöngum, 2-3 mm krossviðastangir og þetta í rauninni það sem heldur vængnum saman. Þannig að þetta innri, þá B11 á að komast hér í svona. Þetta límist á eftir þegar að við setjum vænginn saman. B12 ætti að passa hér. Hérna smá þrenging þar sem ég þurfti að taka úr rifinu, en þetta kemst saman allt saman. Það líklegt að ég þurfi að stytta þessar spangir örlítið, því að miðjan hérna fyrir utan, en það ger ég þegar ég set vænginn saman, allan saman. Nú ætla ég að finna efnið sem fer í ytri partinn hérna, þennan hér, og setja hann saman líka, og þá get ég límt vænginn saman hér og síðan búið til hinn vænginn, vinstri vænginn. Hérna ég búinn að reyna að setja ytri hluta vængsins saman, og þá ýmislegt skrítið sem kemur í ljós. Fyrir það fyrsta
þetta stykki hér, B14, það ræður í rauninni bilinu á milli rifjana vegna þess að það eru göt sem rifin þurfa að stingast inn í, og ef maður lætur C14 rifið hérna standast á teikningunni, að þá er teikningin orðin þegar það kemur hérna ein 7 mm styttri eða lengri heldur en vængurinn. Þannig að bilið á milli rifjana hérna er alls ekki það sem það sem sýnt er á þessari teikningu, þannig að maður getur ekki farið beint eftir henni. Ég þurfti að láta sem sagt þetta stykki hérna B14 ráða því hvernig vængurinn aðeins saman. Það undarlega líka virðist vera að þessi vefstykki hérna sem eiga að koma á milli, þau eru þá of löng og passa ekki. Þannig að ég þurfti að nota 2 mm balsa og fitta hérna niður á milli af því að það var bara ekki nógu mikið af þeim. Og enn eitt sem kemur í ljós er að hallastýrið hérna, það er allt of langt og það er það munar einum 12 mm hvað það er of langt. Þannig að þegar ég fitta það á, þá þarf ég að skera utan af því. Þetta er allt voðalega undarlegt. En þetta er að nálgast og ég á ekki mikið eftir til þess að ég þarf að pússa hérna aðeins niður og laga þetta til. Síðan eru þessar 2 plötur hérna sem koma á vængendan. Hérna er allur hægri vængurinn þá smíðaður og ég hef nú þurft að gera ýmsar breytingar til þess að fá þetta til þess að fitta vel saman, en þarna við skulum skoða nákvæmlega hvað það er sem ég er búinn að gera hér. Til að byrja með þá er hérna miðjan í vænginn. Þegar maður setur rifin hér í endan inn í rótina þá þarf að vera klæðning undir og svo kemur klæðning yfir líka, en hún leggst bara upp að vefnum hérna og bitanum en fer ekki yfir. Það sem ég á eftir að gera síðan er að pússa þetta hérna niður. Ég er ekki búinn af því, ég ætla að gera það síðar, þannig að það komi hérna alveg í blá afturbrúnin af vægnum verði mjög þunn. Hérna er vængendinn, hægri vængendinn, og eins og ég sagði áðan að þá ræður þessi spýta hér, B14, lengdinni á honum, og það kemur þá í ljós að hann er ekki eins langur eins og það sem er á teikningunni. Það er servofesting hér, lok og svona festingar fyrir það hérna fyrir innan. Síðan er vængendinn hérna. Það eru 2 3 mm plötur sem að fylgja með fyrir hann, en það var alveg greinlegt að það myndi ekki duga til þess að ná þykktinni á rifinu hérna, svo ég bætti við 3 mm plötu í viðbót áður en að ég síðan heflaði þetta niður og pússaði. Nú er þetta orðið nokkurn veginn eins og það þarf að vera. Hér er hallastýrið og það passar hérna inn í. Ég þurfti að vísu að skera þennan bút af til þess að passa því. Það heilast af því að þessi spýta hérna, B14, er styttri heldur en það gæti haldið hún ætti að vera.
Síðan tók ég örlítið aftan af hallastýrinu hér til þess að þetta passaði við vængendan hér. Núna er næsta mál á dagskrá er að taka B12 hérna og setja það hér inn í og líma þetta tvo síðan saman hér og þá er maður komið með allan hægri vænginn.